Komið sælir áhorfendur góður og það bara gleður mig óstjórnlega mikið að heilsa ykkur í dag Örn Arnarsson hérna fyrir hönd IA TV á Mjölkubikar leik Karla IA og Afturelding með mér Björn Þór Björnsson í fyrsta skipti í sumar og það er svolítið síðan Björn. Já, það er það. Það er bara virkilega gaman að fá þig og þú veist að sjálfsögðu skartar völlurinn sínu að fegust að veðrið frábært. Veðrið er yndislegt, þannig að þetta lítur mjög vel út. Væk komst áfram í gær. Það er bara mjög bjart, bjart yfir þessu sko. Nákvæmlega og það er hérna eins og segi, framundan er leikur IA og Aftureldingar og þessi leikur er sjálfsög í beinni hjá okkur. Bæði þessi lið, þetta er náttúrulega bestu deildarslagur, einn af bestu deildarslögunum í þessari umferð. Þetta er 16 liða úrslit og það er mjög svipað, það er stutt á milli þeirra í bestu deildinni. Já, til þess að lífverðin á stað og mjög öfn þannig að en hvorugt þessar liða hefur svo sem ég held að hafa ekki sýnt sitt besta í ár þó svo að Afturelding vann þarna góðan sigur og Víkingum sko en þá svona hafa það farið svona frekar hægt af stað þessi lið í bestu deildinni. Svona við förum bara yfir það Afturelding er með 7 stig eftir 2 sigra annars vegar gegn Víkingi 1-0 og síðan unnur Stjörnuna 3-0 0-0 jafntefli á móti IBVF síðan aftur á móti tap á móti Fram 3-0 2-0 á móti Breiðablik og 2-0 tap á móti Vestra fyrir vestan á meðan að Skagaliðið hefur unnið Fram 1-0 KA 3-0 og svo tapað 4 leikjum 2-0 fyrir Vestra 2-1 fyrir Stjörnunni og síðan KR 5-0 Valur 6-1. Þetta verðist einhvern veginn vera svolítið á niðurleið þannig að já, það verður bara alveg að segjast þess að þrátt fyrir að við höfum unnið Fram og KA vissulega þá hefur spilumennska liðsins bara verið frekar döpur í upphafi móts. Já, bara aldrei og ég meina sérstaklega eftir gott tímabil í fyrra. Já, og 5-0 á móti KR og 6-1 á móti Val, þetta er náttúrulega bara skelfilega tölur. Þetta eru tölur sem megi ekki að sjást í efstu deild. Þannig að nei, og auðvitað fyrir líka ef maður horfir á söguna skilur Skaginn KR, Skaginn Valur. Já. Þú veist að þetta er rosalega sárt. Þetta er akkurat. Já, þetta er ekki eins og að tapa einhvern veginn, þetta er ekki, ég ætla ekki að fara að segja að það sé eitthvað betra að tapa fyrir Víkingi 5-0 eða 6-1 en það er ekki alveg eins. Nei. Skilur, það er bara þessi saga þessara félaga. IA Valur, IA KR. Akkurat. En við auðvitað vonum, þetta er bikarinn er önnur keppni og Skagaliðið vann í 32 úrslitum Gróttu 4-1. Akkurat. Og Afturelding sigraði mína menn í Hetti Huginn 5-0 og ég ætla að vona Skagamenn hefni fyrir það. Já. Því að við Austuringar vorum að binda mikla vonir við bikarinn í ár. Já, var Laugardalsvöllur markmiðið þar hóttalega? Já, það er ekki að segja það bara. Já. Eins og ég segi, bara er ekki bara, verður maður ekki að vona það, bara bikarinn sé bara, þetta komi á góðum tíma, þessi bikarleikur til þess að bjóða upp allavega möguleikan á að svona taka pínu hugan af bestu deildinni. Þú veist, þetta er einn leikur, sigur hér gæti bara einhvern veginn snúið tímabilinu við. Já, það er þetta að horfa á þetta sem einhvers konar uppáhaldspunkt og veist þú, þetta útsláta fyrirkomulag að það menn hljóta geta gíra sig almennilega upp í það og ég held að þeir hljóta að ætla að svara fyrir bara þessa niðurlægingu sem átti sér stað á Hlíðarenda daginn. Og við sjáum það líka á byrjunarliðum að þarna það eru einhverju menn sem fá tækifæri núna og það er nú aldrei tækifæri til þess að vinna sér inn í liði út af því að það er einhvern veginn ekki að finna taktinn og ef að menn standa sig inn í dag, við sjáum til dæmis Baldvin sem við skulum bara fá liðið upp á skjáinn ef að Snorri hendir því upp fyrir okkur Árni Marino Einarsson í markinu búinn að fá á sig eins og segja 11 mörk í síðustu tveimur og ekki kannski hægt að sakast mikið við Árna Marino ég finn til með honum, ég hef verið að segja tala fyrir sjálfa mig 6-1 á móti Val í fyrirháleik hann bara með betri mönnum allar þess að heldur Skaganum í leiknum sem er alveg fáránlegt að segja eftir svona leik en já, þannig að það er ekki við endilega hann. Já, þú nefnir Baldvin Þór Bensen sem er að spila sin fyrsta leiki í byrjunliði hér í dag í vörninni og Haukur Andri nummer 7, nummer 8 Albert Hafsteinsson, nummer 9 Viktor Jónsson, nummer 13 Erik Tobias Tangen Sandberg og Rúnar Már Sigurjónsson nummer 16, Gísli Laxdal nummer 17 Guðfinnur Þór Leósson kemur aftur inn í byrjunliði
átti fínanleik hérna, var í byrjunleginu móti KA. Síðan Marko Vardic nummer 19 og 66 Jón Gísli Eiland Gíslason. Eitthvað sem kemur þér sérstaklega óvart þarna? Fyrir utan það eru 2 varamarkmenn? Já, nei það í raun og veru kemur mér svo sem ekki óvart. Menn er náttúrulega bara að hræra oft í liðinu í 16. og sérstaklega eftir svona eins og ég segi, eftir síðasta leik þá bjóst maður alveg við því að við erum að sjá að Hlynur Sævar og Oliver eru settir á bekkinn og ég er bara ekkert viss um að ég geti alveg trúið að það hefði líka gerst þótt að það hafi verið deildarleikur út af þetta eru menn sem hafa verið alveg ekki sýnt hvað þeir geta. Sérstaklega getum við hort á Oliver, við vitum hvað hann getur gert og hann hefur ekki sýnt það í ár. Nei. Þannig að ef að Baldvin stendur sig í dag þá getum við alveg séð að það riðlist til einhver byrjanlið hjá Skaganum í næstu leikjum. Akkurat. Þannig að ég held að þó svo þetta er bikarleikur og það hefur verið að rótera í liðinu þá hefði ég alveg eins getað séð að Hlynur og Oliver hefur verið settir á bekkinn eftir frammistöðu í undanförnum leikjum. Þannig að, en ég meina Skaginn er mjög þunnan hóp og þess vegna sjáum við kannski ekkert rosalegar jú, það er einhverja breytingar eitthvað var að liða Jóhannes Val aftur á bekknum var nú ekki í keppnisbúning í rauninni í síðasta leik Gabriel Snær er hérna einnig, Ísak Máni Ómar Björn og Arnór Valur allir þessir strákar komu inn í valsleiknum Jón Þór Hauksson auðvitað þjálfari ef við rennum yfir lið afturheldingar þá í beinu framhaldi hér sjáum við það, Arnar Daði Jóhannesson er í markinu nummer 12, nummer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, nummer 3 Axel Óskar Andrisson, nummer 6 er Aron Eli Sævarsson fyrirlið, nummer 10 er Elmar Kári Enesson Kokic, nummer 16 er Bjartur Bjarmi Barkarsson, nummer 19 Sævar Atli Hugarsson, nummer 20 Benjamin Stokke, nummer 21 Þórður Gunnar Hafþórsson og nummer 25 er Georg Bjarnason og nummer 77 er Hrannar Snær Magnússon. Á bekknum Jökull Andrisson, varamarkmaður Bjarni Páll, Aron Jóns, Andri Freyr Jónasson, Ríkharður Smári, Sigur Páll Melberg, Enes Þór Enesson, Kokic og Oliver Sigurðarsson, Magnús Már, þjálfari. Mundur ekki halda að Magnús Már bara er einhver ástæða til annars en að Afturelding sjáu bara góða möguleika hér í dag út frá gengi Skagans undanfarið? Jú, þeir eiga góða möguleika en það sem vekur athygli þarna hjá Aftureldingu er að þeir ætla greinilega að skipta bikarkeppnina á milli markvarða sem er svona kannski sérstakt í þessu tilfelli að sem svona Jökull er svona eiginlega þeirra svona stærsta nafn í liðinu. Hann er ungu markmaður. Fæddur 2001 og svona maður myndi halda að hann fengi bara traustið bara og fengi að spila eins mikið og hann gæti sérstaklega þegar menn eru að koma sér í takt við þessa deild í efstu deild og svona þannig að það kemur mjög óvart að þeir taki Jökull út úr liðinu fyrir þennan leik en að öðru leiti held ég að þeir berjist hér bara til sigurs og liðið gefur ekki neitt annað til kynna. Nei, akkurat. Leikmenn er að raða sér upp hérna í nýrri og glæsilegri aðstöðu sem að verður glæsileg held ég þegar það er búið að loka frágangur klár og sjáum hérna glitta í áhorfendur koma út úr Akraborginni eins og hún er kölluð þarna og það er dómaratríóið hér sem að leiðir leikmenn inn á og dómar í dag er Gunnar Oddur Hafliðason og aðstoðardómarar eru Gylfi Már Sigurðsson, Antoníus Bjarki Halldórsson, eftirlitsmaður KSÍ Jón Sigurðsson, varadómari Arnar Þór Stefánsson. Það eru fleiri leikir í bikarnum í dag, þetta er sá leikur sem að byrjar fyrst og kannski ástæðan er akkurat leikur Kára og Stjörnuna sem er hérna út í Akranshöll í kvöld, klukkan 8. Einnig eru í dag einn leikur er búinn auðvitað, þriðjudaginn tóku Selfyssingar á móti Þór frá Akureyri sem að Þórsarar runnu 4-1 en síðan í dag er það KR IBVF klukkan 6, Keflavík Víkingur Ólafsvík klukkan 6 einnig og síðan á Hlíðarenda Valur Þróttur Reykjavík klukkan 19:15 og svo Kári Stjarnan klukkan 20 og hver veit nema það verður hægt að nálgast hann á öldum ljósvakans kannski nánar en það síðan á morgun líkur umferðinni þar sem KM taka á móti Fram og Blikar taka á móti Vestra og
kannski allt til að lauma því að í dag leikur KR og IBVF í beinni á RÚV og RÚV íþróttir og síðan á morgun Breiðablik Vestri þar einnig. En það er kannski bara alveg þess virði að bara þakka RÚV kærlega fyrir hönd IATV að okkur skaman að gefa okkur þetta tækifæri að sýna frá þessum leik. Og þeirra maður á staðnum Kristi Gauti einnig með okkur í þessari útsendingu er Snorri. Já, akkurat, það er 100% skaða teimi hér. Guðmundur Kort Einarsson á þessari myndavél sem við sjáum þarna og síðan er Snorri Kristleson að stýra útsendingunni og með dyggri aðstoð Heiðars Mars Björnssonar, stóra bróður sem að sér að skipta á milli og síðan Arnar Óðinn Arnþórsson á þriðju vélinni. Þetta er stór útsending bara og virkilega spennandi og það er frábært hversu veðrið ætlar að leika við okkur hérna í dag. Já. Og Sigurjón starfandi vallaþulur að sinna sínu starfi vel. Já. En sjáum hérna byrjunni stilla sér upp fyrirmyndatöku hjá það er ekki að sjá hana en að menn séu einbeittir. Það er eins og segir, það er bara verður áhugavert að sjá hvernig liðið bregst við þessum breytingum. Þetta er náttúrulega, það er breytingar í öftustu línunni eru nú yfirleitt eitthvað sem að menn svona reyna að forðast svona heilt yfir að halda sem mestum stöðuleika þar en við ákveðnar aðstæður þá verður bara hreinlega að bregðast við og er þetta ekki bara mjög skiljanlegt að Jón Þór skuli reyna þetta? Í síðustu tveimur útileikjum 11-1 í markatölu, það kallar á breytingar sko. Þannig að mér finnst það ekki óunnilegt og síðan held ég komin 16 úrslit, þetta er alvara sko. Þetta er ekkert grín, þetta er rosalega stutt á Laugardalsvöll héðan. Já, Skagalið náttúrulega fór í úrslit, hvað fyrir 2 árum síðan? Við hittum fyrra? Já, 3. Er það ekki, eru það 3 ár síðan? Ég held þessi 3 ár síðan. Já. Já, var það? Það er 4 ár síðan, eða 3 sennilega. En það er Afturelding sem hefur leik hér í dag. Já, og byrja á spinna boltanum beint út af. Já. Sjáum að Marko Vardic stillir sér upp þarna hægra megin í varnarlínunni. Það er áhugavert. Já. Í rauninni stöðuna sem að Hlynur Sævar og hér er Baldvin með langan bolta fram, svona vindurinn örlítið með Skagamönnum, aukaspyrna dæmt hér á Gísli Laxdal hérna í vinstri bakvarðarstöðunni, eða væng-bakvarðarstöðunni, Jón Gísli á sínu stað hægra megin. Það er áhugavert að sjá hvernig Marko Vardic svona nýtist þarna. Hún finnur fyrir fram að vörnina og fyrir framann hans síðan Rúnar og Haukur og Albert. Já, þeir eru einnig, og Albert, já, Hafsteinsson hefur verið sprækur þarna. Það var hann alltaf leikmaður sem í rauninni var nánast alla með í fyrra. Nei, hann var bara eiginlega ekkert með í fyrra vegna meðsla. Það er áhugavert að sjá hvað við nýtum Gísla alltaf hérna í bakverðinum. Valsmenn gera hann á bakverði og þá halda hann þar sko. Svakalega hraði á honum, það er gaman að sjá hann aðeins stundum framar. Já, algjörlega. Svo er einmitt spurning, sko Jóhannes Val, nú hef ég ekki alveg með það á hreinu, en hann sé líklegt að hann sé nú hafi verið frá síðustu vikurnar vegna einhverja meiðsla. Steinar Þorsteinsson einnig fjarverandi sem aðtuga það, hann er einnig meiddur. Já. En eins og þú nefndir áðan, hópurinn er ekki stór. Nei, hópurinn er mjög þunnur og margir í rauninni leikmenn sem voru að
fyll í skarðið í fyrra voru að fá mínútur í spila og duttin í byrjunlið eitthvað eru komnir margir hverjir í lán til Grindavíkur mikið í Grindavík og maður velti fyrir sér einmitt þegar að kannski meiðslin fara hjá hópinn hvort að sé dýrt að vera með þá sömu sjó. Já, og við sjáum það í síðasta leik Grindavíkur þar skora bæði Ingi og Ármann Ingi skagamenn mörk í þeim leik og maður veit alveg hér á Skaganum að það voru ekki allir sátti við það að það væri verið að senda þessu ungu skagamenn í burtu á þessum tímapunkti. Nei. Og síðan rétt fyrir mót missum við síðan Hinrik líka þannig að það eru margir sem hafa verið á bekknum hjá Skaganum í upphafi mót sem hafa lítið fengið að spila og þá veltir maður fyrir sig hvort að þjálfarinn treysti þeim fyrir hlutverkinu. Svona af þessum voru svona fyrst í voru fleiri strákar þarna úr 2008 árgangum sem voru í hóp svona Gabriel Snæri sá sem að hefur enst lengst af þeim og er reglulega í hóp núna og er að fá tækifæri en þetta er ákveðin þetta er áhætta sem taka en þetta er ákveðin hugmyndafræði auðvitað líka að vonandi séu þeirra sko ef að valið stendur á milli að vera lykilmaður í lengjudeildaliði eða að vera 15-20 mínútna maður í bestu deild, hvort er í rauninni betra fyrir framþróuðina sem leikmaður og það er þannig að ég skil þetta alveg, skilur en þetta er eins og segir, áhætta en þetta fer frekar rólega af stað hér 4 mínútur liðnar, kemur hár bolti, við sjáum að vindurinn grípur þetta aðeins Gísli finnur Guðfinnur út á Jón Gísla og Marko síðan reynir langa sendingu fram en í einn mósfelling og út af Hvað telur þú svona, ert þú með einhverja hugmyndum svona, veist að það er ekki mikið að gerast geti fengið þitt álit á því hvað er öðruvísi á þessu tímabili versus síðasta tímabili þar sem að þessi 2 tímabili er svona upphafið á þeim allavega alveg svo svart og hvít í að enda er í Evrópu möguleika lengi vel enda í 7. sæti í bestu deildinni á endanum og svo byrjum við núna þetta tímabil í fallsæti við erum þó komin úr fallsæti núna en meina hvað er ólíkt með þessum 2 tímabilum? Hvað er þín tilfinning? Við erum náttúrulega með aðeins veikari hóp. Gísli, fyrir ekki, flegi ferð. Vinnur hótspinnu? Já, við erum með veikari hópa af þessum ástæðum sem, akkurat. Og Arnór, nei hann var ekki, byrjar örglega. Arnór. Já, náttúrulega Arnór Smára. Já. En hann var karakter í hópnum, klefanum og ég held að muni bara svona þætti, En á móti fáum við inn Albert Rúnar Má, til dæmis Rúnar Már er náttúrulega algjör aukaleikari í fyrra. Já. Það er rétt. En fyrir mína parta, ég hef tilfinninguna að þetta sé svolítið hugafærslegt. Boltinn inn á teginn og dauða færi var það Baldvin sem átti þessa snertingu sjáum þetta aftur hérna menn vel varið þetta var algjör dauða færi já, Arnar Daði þarna prófaður í markinu sýndist þetta að vera Baldvin sem að boltinn svona hálf rökk af honum þarna en góð hotspinna hjá Rúnari Má sjáum þetta þegar að vera hægist kannski bara núna sjáum þetta þetta fer nú Baldvin reynir skallan og hann svona rekkur af varnamanni sýndist mér hreinlega en þá var það gestirnir Gunnar spila honum yfir hana á Axel það hann aftur út á Georg
Hann og Bjartur síðan með skemmtilega hugmynd þarna. Gísli Laxdal sér við þessu og setur boltan síðan út af. Já, ég svo ég kannski bara klára að útskýra mitt mál að mín tilfinning svolítið að að síðasta tímabil spiluðum við allt sem svona litla liðið. Við vissum að við þurftum að hafa rosalega mikið fyrir hverju stíi, hverju marki. Jón Gísli kemur boltanum fyrir og en afturhending næra koma þessu ekki langt frá. Jón Gísli síðan með hann yfir á fjær. Þar Viktor en boltinn aftur fyrir. Það eitthvað sem að mér finnst vanta núna. Ég sé ekki þetta að þú veist að menn kannski halda að hlutinni gerist aðeins án sömu fyrirhafnar og þeir þurfti fyrra. Skilur hvað ég meina? Já. En síðan held ég bara líka skiptið stundum, ég veit ekki hvort það sé í þessu tilfelli, en máli með líka samsetningu í hópnum að við sjáum það til dæmis þegar við lendum í vandræðum í fyrstu deildinni fyrir 2 árum síðan, miklu brasi upp á það tímabils, þá stígur Arnór svolítið upp og hérna reynsla og svona karakter sem menn trúa á og ég meina svona hluti skipta máli, þannig að þetta getur líka verið að þau þurfa bara menn þurfa bara að finna taktinn og menn þurfa að finna trúna og veist að vera lið það held ég kannski líka eitthvað sem kannski hafa menn ekki fundið það enn sem kom með þér í sumar en vonandi. Akkurat, Albert brýtur af sér hérna aukaspyrna dæmd. Sjáum að Skagaliðið raunir raðar upp í 5 manna vörn. Þetta svona líka, það kannski hefur verið algengara að maður sjá þetta í 3 manna vörn. Skilurðu, sem að hefur kannski verið ein af ástæðanum fyrir að það hefur verið dálítið svona opið fyrir önnur lið í gegnum vörnina þar sem að bakverðin hafa kannski verið hærra uppi heldur en eins og við sjáum þá núna til dæmis. 5-4-1 núna. Akkurat. Og þetta er smá svona áherslubreyting á þessu Já, bara ábyggilega ég myndi halda að fyrsta stóra markmið fyrir þennan leik hljóti að vera hreint mark eftir síðustu 2 útileiki. Jú. Það í grunngildinni sem menn segja alltaf eftir að það hefði gengið upp. En við verðum að segja eins og að þessi leikur fer afskaplega hægt á stað fyrstu 10 mínúturnar. Já, það er bara. Við erum svona 1 færi hér, hornspyrnan áðan. Já, einmitt. En menn eru oft passasamir svona fyrstu mínúturnar í bikarleikjum en það færist nú yfirleitt hiti í þetta. Já, og það gleymum því ekki að það verður leikið til þrautar hérna eins og Bjarni Fel hefði sagt hérna. Og Erik Sandberg kominn hérna framalega á völlinn, finnur Albert, hann út á Jón Gísla með fyrirgjöfin í fyrsta yfir á fjær og það skallað, Georg skallar þetta tilbaka aftur fyrir og fáum hotspyrnu aftur. Já, hún hættur síðast. Já. Rúnar Már, hörku spyrnumæður. Hann sýtti það í fyrstu umferðinni á móti Fram. Erik Sandberg, ég veit, sérðu hvar hann er. Hann var að horfa á United Lyon. Já, hann heldur það. Það hérna Maguire búinn að starta einhverju nýju trendi þannig að allir varnarmenn eru fannir að spila eins og vængmenn. Rúnar með boltan yfir á fjær og þetta skalli framhjá. Þetta var nú brágett líka. Já, Viktor náði ekki að stýra þessu á ramman. Svolítið svona hangandi bolti. Já, þetta ekki langt framhjá eins og. Nei. Þá koma Baldvin sterkur hérna og ekki mjög spila dæmt þarna og Skaginn á yngastið. Skaginn er lítið kynstunum Baldvinni eins og komið þannig að kannski alltaf að nefna það, þetta er fjölniðsmaður raun að vera mjög, ég held að sé 21 árs en frekar reynslu mikill leikmaður, ég held að hann spila meira og minna alla leiki lengi deildinni fyrra. Akkurat, varst þú
Varst þú með mér í Egilshöllinni í að Fjölnir Ía? Nei, þú varst ekki með mér þar. Það var einmitt aldrei áhugavert að hann skipti yfir í Ía daginn áður. Já. Og en var í leikmannahópnum, og hér er Haukur, nei, ekki að sleppa í gegn, var í leikmannahópnum en var ónotaður varamaður. Já. Mér langar að segja að það var og Hilmar Elís fór í staði. Já. Á láni. Langar maður að segja. Já. Þetta eru sko Hilmar, ég var búinn að gleyma honum að hann er náttúrulega einn á þessum lista sem var spilað bara töluvert í fyrra. Þetta eru hvað þá alls 5 leikmenn, ungi leikmenn sem eru á láni. Já. Hér eru gestirnir að komast í færi en vörnin nær að sjá við Þórði þarna og sjá spurning hvort að Skagamenn ná að sækja hratt. Jón Gísli sendi ekki frá honum beint á Georg Bjarnason sem að kemur upp með boltan. Þórður út í línu tilbaka á Elmar Kára sem að spila hún síðan tilbaka. Slöksending hérna eða móttakan. Það maður eiginlega fara í upprun þegar þessi lið mættust síðast hérna á þessum velli. Það var nú í lengideild kalla í beinni útsendingu hjá okkur ef ég man rétt. Það var hörku sumar þar sem að Afturelding var árið sem að Ía fór upp en Afturelding ekki. Það var Afturelding í leiddi deildina lengi vel það árið og enduð á að töpuðu þeir ekki í úrslitakeppninni síðan á endanum. Þetta hefur verið 2023 líklega. Já, þeir Afturelding endaði þá í öðru sæti eftir að mættu Vestra í úrslita leik sem þeir töpuðu síðan. Eftir 18 umferðir var Afturelding með 3 stiga forskot á Ía þegar að 4 umferðir voru eftir. Og Skagaliðið náði að snúa þessu við og Magnús Már var búinn að vera þjálfari þá, ég man ekki hvað lengi, en hann er nú búinn að gera ansi flotta hluti með Aftureldingu. Náttúrulega komið í fyrsta sinni upp í efstu deild og ég var náttúrulega bara óheppinn þarna þetta tímabil 2023 og að gera ekki þá. Alveg klálega. Og hann svona er líka að gera þetta ekki hann ekki djúpi vasar. Nei, akkurat. Þetta er mikið gert á heimamönnum og svona kannski þekktum persónu eða svona mönnum sem hafa gert það gott í lengideildinni. Akkurat. Og ég man fyrst þegar hann var að byrja þá fekk hann nú nokkra stráka af Skaganum og gott ef að Guðfinnur hafi ekki verið meðal þeirra. Ég held það nefnilega og það hafa nú svo sem fleiri leikmenn einmitt farið hérna á milli. Eyþór Aron Völler náttúrulega er eitt nafn sem að kemur upp í hugan. Arnór Snær var hér og Wenzel. Nú er ég að þetta ár mættust liðin 22. maí og það var 1-1 jafntefli í að þar sem að Skagamenn Hlynur Sævar Jónsson jafnaði 1-1 á 94. Mínútu eftir að Sævar Atli Hugason hefði fengið rautt spjald og Arnór Gauti kom þeim yfir hérna. Þessi leikur og þessi upptaka sjálfsögðu náttúrulega á YouTube-brásun okkar og eins er þetta að finna næna á iatv.is og það er bara fyrir fólk það er þetta liggja yfir því náttúrulega. Það er löst margir sem
sem að gera lítið annað en að fara í gegnum. Þetta svona eins og þú tekur allar seríuna með Desperate Housewives og þegar þú ert búið með hana þá byrjar aftur. Ég veit nokkra svona sem að byrja bara hérna 2016 nóvember. Nei, ég líki því, ég veit ekki margar svona. Það bara þú. Það bara ég. Það verður einhver að fá, einhvern veginn verður að ná áhorfstölunum upp. En innkast sem að skaman Gísli Laxdal í vandræði með reimarnar. Þú bara fengur að fá Gísla aftur heim. Klárlega. Þegar þetta tímabil. Áttu flott tímabil áður en að fór í Val. Það þurfti því miður að sætta sig við svo litla bekkjarsitju á Val og þannig að hafa kærkomið að fá hann hinga aftur og koma honum í gang. Já, og eflaust langt kast frá honum hérna. Skalla frá Baldvin út á Marko. Marko séð með flottan bolta hérna yfir á Gísla. Gísli kemur með hann inn á teiginn. Rúnar í baráttunni en það er afturhalding sem er að reynsa þetta frá og er innkast hinum meginn frá og Jón Gísli getur nú grýtt þessu líka. Gísli kastar þessu inn á teiginn, það skalla frá Rúnar reynir að þræða þetta en að Jón Gísla gengur ekki. Þá koma gestirnir, reyna að sækja hratt hérna upp vinstra megin. Jón Gísli nær að hægja þeim og reka á tilbaka. Baldvin, smá miskilningur hérna hans og Gísla en frábælega gert hérna hjá Elmari Kára. Elmar Kári kominn inn á teiginn, reynir fyrirgjöfun og fær boltan í sig aftur hérna óheppinn. Elmar Kári er leikmaður sem er búinn að eiga alveg frábært tímabil með afturhaldingu í lengjudildinni og er svona spurning núna hvort að þetta er náttúrulega svolítið ólíkt að vera í næstu efstu deild og ef hann sýnir svipa hæfileika hann hefur verið að sýna þegar hann hefur að spila í fyrstu deildinni þá er þetta algjör leikmaður. Viktor með fínan skalla áfram. Talandi það, Viktor sem var löngu búinn að sanna sig í næst efstu deild, margoft, menn biði alltaf eftir því að hann myndi gera það í efstu deildinni. Gerði það loksins í fyrra og er alveg komin af stað á þessu tímabili þrátt fyrir erfitt gengi Skagamanna. Oft er þetta spurning líka stundum menn óhefnir eins og hann lendi í þarna allavega tvisvar held ég svona leiðinda meðslum og hann með það kinnbeinsbrotnaði eitt skipti þegar hann var komin svona nokkuð á stað og þannig þetta er maður sem getur spila inn í. Algjörlega, þá koma gestirnir, eru 3-2 hérna. Þórður Gunnar, Erik hægir á honum, Þórður og frábælega gert hjá Erik. Nei, þetta var Elmar Kári auðvitað og 20 mínútur liðnar og Erik Sandberg gerði vel hana. Og boltinn inn á Martein, engin sóknarmaður þarna í baráttunni og það fer einn niður á sand. Já. Aðeins. Jón tilbaka á Marko á Viktor, hann finnur ekki samherja, svona pínu styrt finnst mér uppspilið hjá Skagaliðinu svona framan að leik. Það er að segjast eins og er.
liðin svo sem ekki að taka miklar áhættur sko. Nei. Hvorugt lið í rauninni. Georg er hann aftur hérna frá Þórði, hann finnur Elmar og Guðfinnur brýtur á honum ekki rétt, jú dæmt á og þá fara miðverðirnir inn í mjög frá afturöldingu. Axel Óskar. Já, ég var ekki til í að þurfa að vera ábyrgur fyrir honum. Hann bara mann eftir honum þegar hann kom inn í yngri landsliðin þegar hann var bara svona 16-17 ára. Þetta voru svo fullvasta kallmaður sko. Og ekki hefur hann minkað síðan sko. Sama Þórður endur smá vandræðum hérna boltinn. Það er greinlega aðeins meiri gjóla heldur en maður heldur. Við náttúrulega sitjum hérna í skjólinu en Þórður með sendingun inn að teiknum. Guðfinnur skalla frá. Og skattar bara langt frá og Haukur Andri á flegiferð og bara settur út af þessi og Gísli snöggur að taka þetta. Haukur Andri reynir að finna Gísla aftur og færi hornspyrnu. Þetta var svona spurning þegar að einmitt það fyrir hálfleikur rétt sem hálfnaður og að þegar maður sér þennan vind sko, hann er meira en manni finnst að hérna hvort að sé ekki mikilvægt að reyna að nýta hann. Það er Rúnar sem tekur hornspyrnuna, fastu bolti inn að markinu núna, skalla frá af Benjamin Stokke og þetta síðan hreinsa frá og innkast sem að Skagamenn eiga. Það er Jón Gísli sem að fær að taka þetta. Baldvin ennþá inn í tegnum, Marko einnig. Erik Sandberg einu sem að býður í rauninni. Það lítur að leita Baldvinni, nei, finnur Erik. Og Erik í erfiðleikum með móttökuna hana. Jón Gísli síðan inn á teginn inn að markinu og Albert var að koma sér í færi hana. Ekkert flagg á loft. Nei. Þó að eftiröldingamenn vilji fá það en þarna er bara var þetta ekki hérna Aron Eli sem að bjargaði þessu með tæklingu þarna. Já, þarna munar bara mjög mjóu að Albert kemist. Já, Albert er bara sveiflar fætinum þarna. Þetta er Axel Óskar sem að setur þetta aftur fyrir og þá kemur hornspyrnan frá Rúnari hinum megin frá og Marko nær ekki að leggja hann fyrir sig hérna og boltinn hátt í loft upp hérna og þetta enda bara í horni. Já, minnst það líklegt að endi þar. Já, gerir það. Engin Jóhannes Valle þetta núna að sveiflaðu sinn hérna frá með vinstri fætinum. Nei. Og Rúnar Albert og Haukur bjóða sér báðir stutt hérna. Kemur boltinn inn á teginn, Baldvin í baráttunni, dettur fyrir Guðfinnur séðan með skot. Það var að koma þessu frá. Nú er að halda pressunni. Og innkast. Jón Gísli með boltann inn á teginn, ná að skalla þetta frá. Jón Gísli með frákastið og skalla á tennis hérna. Albert tilbaka á Rúnar á Jón síðan með vinstri fæti inn að markinu. Þetta er erfitt og langur fyrir Viktor hérna. Er það ekki rétt hjá mér að Káraliðið er eina annar deildarlið sem er eftir í bikarnum, eða ekki? Ég held það, jú. Víkingur Ólafsvík er í fyrst lengjudeildinni, ekki? Góð spurning, nú er eða eru þeir ég man það ekki. Hvort að
allavega Kári Stjarnan í kvöld, það verður sló út Fylki í síðustu umferð. Þeir eru rosalegt bikarlið Kári og hérna ég held þeir geti ekki fengið Stjörnuna á betri tímapunkti sko. Nei, því það svo mikið undir, pressan svo mikil orðin á allt þarna í kringum þetta allt saman Stjörnunni og það rosalega þægilegt held ég að mæta úr annarri deildinni inn í þannig leik ef að þannig að það er einhvern tímann það sem bara það er svona svakaleg pressa á. Já, og við náttúrulega þekkjandi líka Káraliðið að bara, þetta er svona stemmingslið sem það er alveg fullt af góðum fótboltamönnum í þessu liði nefnilega. Algjörlega. Þannig að það er klálega, þetta verður alveg snúið verkefni fyrir Stjörnuna sko, talningum ef að Kári nær að halda sér vel inn í leiknum. Já, ef þeir ná að halda sér inn í leiknum í einhver tíma sko, en ég meina Stjarnan ef að þeir getur náttúrulega bara gerst eins og oft gerist bara að rúlla yfir, en ég meina þeir voru næstu búin að vinna Víking Reykjavík þegar Víking voru upp með bestar, töpuðu 2-1 bara í framlengingu og síðan rétt marði Kári á það sem var nú bara mjög svona voru hluti sem voru umdeildir þar sem hefði alveg getað fallið Kára megin, þannig að þeir hafa staði í bestu liðum landsins. Klálega. En síðan getur þetta farið svo að ef að náttúrulega ég hefði þetta náttúrulega á að ganga frá svoleiðis leik, þannig að geti alltaf bara farið Spurning hvernig fer í það, Silfurskeiðin verður örugglega öll komin á krókinn sko. Já, alltaf þannig að hún verður þar, þannig að fókusinn er á körfunni. Eitt og eitt hóst úr stjörnustúkunni. Þetta var alltaf spennandi leikur. Stjörnumenn fengu 200 með það. Ég veit það. Já, Dín Martin að vakna hérna á bekknum. Já, fín barátta hérna en dæmt. Eitthvað spilna dæmt hérna á Guðfinn líklega. Frekan Hauk. Rúnar vinnur boltan vel hérna, Albert missir hann, maður reynir sendingur hann yfir Viktor en enn einn hotspinnan. Já, það vantar nú sjaldan vígamóðin í Dín Martin. Nei. Og þurfum við ekki að fara á mark úr eitthvað sem hotspinum hérna, Rúnar Már snýr hann inn að markinu og smá vandræði, Marko leggur hann út á Hauk. Haukur síðan út á Jón Gísla sem fer í skotið en þetta siglir í gegnum allt og framhjá hættulaust. Sjáum þetta aftur hér, smá vandræðagangur hérna. Jón Gísli hefur nú alveg sýnt að hann er alveg maður með vinstri fót þarna þó að síðan þessu færi. Já. Arnur Daði gerði vel í markinu þó. Já, það Jón Gísli smell hittir hann sko. Algjörlega. Það er rétt eiga við það sko. Algjörlega. Átni lyftir fram á kollin á Viktori, vel gert en gengur ekki upp. Guðfinnur gerir vel, boltinn fer hérna fram og tilbaka, Marko inn á miðuna á Guðfinn sem að fleitur honum áfram farið og hérna í bakið á honum sýndist mér en ekki dæmt. Hálftími liðinn, staðan ennþá 0-0 hér í blíðinu á Skaga. Þetta lítur að vera aukaspilnu, nei, ekki dæmt, þetta væri nú gaman að sjá aftur. Já. Jú, það er ekki sáttur. Nei, heyrðu það. Þetta virkar svona eins og bara svona. Já. Jæja, menn það er svo sem eru fullt af svona atvikum í hverjum leik sem að geta dottið á hvort meginn sem er og stundum dettaði með manni og stundum ekki. Og hver á þetta innkast? Þetta dettur með afturöldingu. Hvor þjálfarinn heldur að sé sáttari akkurat núna? Þú veist, það er náttúrulega kannski... Ég held að, ég efast að hvoruð þeirra sé eitthvað sáttur sko. Ég ger ráð fyrir að menn hafi
horft til betri framistuðu hér í fyrri hálfleik. Já, eins og við vorum að tala um að Afturelding hljóta sig á möguleika í að ná í úrslit hérna og þeir hafa ekki gert mikið til þess. Nei. Sama skapi hefur maður heldur ekki séð kannski eitthvað brjála svar hjá skagaliðinu sem að við byggumst alveg við að gæti orðið. Það er meira svona, eins og ég segi, varfærni. Kannski ber einkenni þess að bæði lið eru kannski ekki Þjættar tilbaka en hafa verið. Já. Bæði að hugsa um að halda hreinu og koma sér ekki, og það er ekki ávísun á skemmtilega fótboltaleik ef að liðin eru bara að hugsa um að tapa ekki. Nei. Kemur boltinn upp í hægra hornið. Það er lúmst fljótur líka hana Axel Óskar. Það er svolítið áhuga nálgun Óskars Raps í Vesturbænum KR varandi þetta. Hann virðist bara ætla að skemmta fólkinu. Já, það er bara og aldrei hræddur. Nei. Þannig að ég held að sé nú ágætis mantra sko, ef að þegar menn fara að vera hræddir sko, þá það er alltaf í lagi að tapa einum ennum leik sko, en það er verra þegar menn fara að vera hræddir. Þannig að ég held að sé svona ágætis hugafar allavega. Já, en þú þarft líka kannski að bakka það upp með einhverju, en hérna, og þeir hafa nú alveg mannskapinn í það. Já. Og eins og sé, Óskar er magnaður þjálfari, ekki spurning. Með 15 ára þarna. Já. Ég er að vera 49 ára og ég á enga leiki eftir deild sko. Já. Það er ósanngjarnt. Já, það er ósanngjarnt. En Skagamenn eiga hér spilnu frá marki. Marko langubolti yfir Viktor, skalla hérna út á kanta á Gísla Lagsdal. Hann finnur Rúnar Má. Rúnar lyftir þessu inn fyrir, þetta er erfitt þó að Gísli sé fljótur. Alltaf gott að vera með myndin í bakið. Nei, það er nefnilega það getur verið bölvavesen. Rúnar, þetta var reynsla í þessu, er ekki í þessu og engin aukaspyrna, jú, aukaspyrna dæmd. Jú. Þetta var nú mjög sambærileg atvik. Sjáum þetta, hérna var fyrst Rúnar stugga og svo kom Bjartur Bjarmi og gerði svipað en hérna Viktor vinnur aukaspyrnu þarna fyrir Skagan. Rúnar þessu vantilega hérna inn á fjær. Guðfinnur skallar hann í áttana markinu og fín pressa hjá Erik sem að í rauninni býr til þessa hotspyrnu. Arnar Daði svona fibbaðist virtist vera þegar Erik kom hann aðvífandi. Heldur að vilja fá rángstuðu þarna mögulega á Erik en það var ekki. Og þegar 10 mínútur tæpar er eftir að fyrir áleika þá er enn einn hotspyrnan. Ég er nú búin að tapa tölunum. Rúnar út í teginn, er ná að skalla þetta frá. Gísli reynir skot, hittir ekki. En boltinn ennþá inn á. Marko tilbaka á Rúnar. Rúnar nær fyrirgjöfinni aftur. Þetta er hárbolti. Baldvin skallar upp þennan markinu og þessi að bjarga á línu eða hvað? Já. Það er ekki staðfest mark allavega. Þetta var ansi nálægt í. Já, það er alveg rétt. Var það Erik sem að hver átti hennar loka skallan eða Baldvin, jú, og Erik Sandberg. Nei, þetta er ekki eins og nálægt til að vera mark. Nei. En frá okkur séð virkaði það þannig skalla frá Erik Sandberg tilbaka á Gísla Lagsdal sem lyftur hann hátt inn að markinu og Rúnar skallanum með framhjá. Þetta er aðeins svona bjartara yfir þessu þessar allra síðustu mínútur. Já, þetta er betra. Já. Svolítið líflegir Skagamenn. Þeir eru með ungan markmann
afturöldingamenn í markinu núna. Var tvítugur, maður sé að hann svona svolítið viltur eða svona óbeislegur. Akkurat. Herðu, það eru hafnir leikirnir hinni tveir sem eru núna í gangi KR IBVF. Það er staðan að það 0-0 eftir 8 mínútur. Keflavík komnir yfir gegn Víking Ólafsvík. Strax á 4. mínútu skoraði Muhammed Al-Ghul fyrir þá og komnir yfir 1-0 á móti Víking Ólafsvík. Hér er staðan 0-0. Sending í átt að vörninni. Gísli setur þetta út af. Þetta er í rauninni bara kannski afturhildingamenn ekki að færa boltan bara til að nóg hratt til þess að opna skalið sem að næra að halda góður í lokun hérna, mjög vel gert. Og Albert séðan hér. Það er ekki að finna samherja. Það rennur ekki alveg eins og að gervigrassinu. Nei. Svo er spurning nefnilega með öll þessi lið sem eru komin á gervigrassi, hvort að sko grasvöllurinn geti verið einhvers konar leynivopn. Skaman að það hefur ekki reynst hingað til út af. Ég held að sé stóra ástæða að við náttúrulega æfum vegnum til á gervigrassi. Það er reyndar þegar æfingarsvæðið er orðið klárt, þá æfa þessi strákar yfirleitt þar úti sko. En það er oft lengi í gang en þetta er auðvitað allt annað að spila. Hann rúla bara eins og vilt á gervigrassinu. En þetta er, ef við bara rifjar það upp með mér, er þetta ekki bara hér KR-völlurinn og Vestmannaeyjar? Það sem er gras? Já, ég geti trúað því. Þetta er náttúrulega FH auðvitað. En þeir ekki komin í hybrid? Nei. Ég held að þeir eru komin í hybrid en það er... Já, við erum þetta gæti verið leynivopn, ég ætla að segja það. Allavega, sko við KF-mönnum ekkert líðan þetta allt og vel að grassinu hérna daginn. En í svona... Hann má líta á þetta hvernig sem er. Já. Það er þetta fægra hlutina og svo er þetta sverta og eftir hendurleik. 5 mínútur eftir að fyrir hálfleikboltinn hér inn í átta teignum. Átni var hann og skallar hann bara út. Skallar hann frá. Átni ekki haft mikið að gera enn sem komið er leiknum. Hann er vakandi. Sævar skiptir yfir á Georg séðan með boltan inn að teignum, Baldvin hreinsa frá. Það er einhvern veginn eins og með minni að því að ég var að nefna Sævar alltaf áðan og ég myndist á leikinn hérna frá 2023 þegar að þessi lið áttu síðast við hérna á þessum velli, að það er eins og með minni að þetta rauðaspjald á Sævar alltaf þá hafi verið svolítið umdeilt. Eða allavega voru sko, í minningunni þá var svolítið hiti í kringum það dæmi. Það liggur við að ég fari á YouTube og eftir og finna þetta sko. Varst til að gera það? Já, en það er kannski menn sjaldan sáttir með að vera reikna út af þetta ekki en... Ég man eftir þessu leik, þetta var svona... Hann var... Mér minnir að það hef ekki verið mikið í gangi samt framan. Nei, þetta var algjör ströggleikur hjá Skaganum, man ég. Þetta var náttúrulega snemma á tímabilinu. Já. Þetta var alltaf þegar, menn voru í miklu ströggli þarna. Gott, þetta var ekki bara að ligga við fyrsta stíi sem Skagan var að fá í, þetta var í maí sko. Þannig að þetta er eitthvað sem við eigum þó í gagnabánkanum. Þessi liði eigi ekki drosalega marga leiki, svona í sögulegu samhengi á móti ykkur. Sjaldan verið í sömu deild. Já, þegar Skaginn var hérna upp og niður voru afturölding oft sko í annarri deild sko. Og ég man nú eftir að félagið minn spilaði með afturöldingu fyrir einhverjum rúmum 10 árum og þá var Atli Eðvaldsson að þjálfa. Já. Heitinn, það fannst mér svolítið merkilegt. Já, það var kannski líka... Það
hvað var annar deild, já. Baldvin að sleppa í gegn, kemur honum hérna inn á Viktor, hann er flaggaður rángstæður sem betur fer kannski Já, ég segi sem betur fer fyrir Arnar. Þetta var... Því að hann virtist fara Já. alveg klálega í fætunar á Viktori hana. Sjáum þetta aftur hérna. Og Viktori er mjög líklega fyrir innan þarna, já, þetta er... Já, en... Þetta allavega sparaði Gunnari dómara erfið ákvörðun. Já, akkurat. En svona smá skagatengingi milli í afturhelding að þetta komst í fréttirnar, fótboltafréttirnar fyrir stuttu síðan einmitt kvennaboltinn hjá afturheldingu sem er kannski ekki alveg jafn svona skemmtilega sögur eins og af í rauninni það sem við getum kallað velgengni kallaliðsins þar sem að Við græddum á því. Já, við græddum á því, klálega. Sigrún kemur tilbaka. Jóngísli þarf að gefa horn. Jóngísli kemur sér horn. En og einmitt síðasti leikur kvennaliðs í að var einmitt gegn afturheldingu hérna heima sem það sigruðu 2-0. Já, það er verið, já. Sá leikur var í beinni útsendingu en ekki á okkur reyndar eins og frægt er orðið hjá þeim sem að hafa fyllt kvennaliðinu hjá okkur. En í fyrsta hornspyrna afturheldingar. Önnur held ég. Þessi bolti yfir á fjær Viktor skallar þetta út í teiginn. Aftur skallar henni marki Erik skallar frá. Sævar leggur hann út, við ná að halda öllum sínum mönnum uppi. Boltinn tilbaka á Aron séðan með hann inn á teiginn og hér kemur skalli frá Benjamin Stokka rétt fram hjá stönginni. Þetta var nú bara það hættulegasta sem við séum nánast í dag. Já, ég er ekki frá því. Sjáum þetta hérna, þetta virkaði mjög nálægt stönginni nær að rífa sig hérna á Árni, sigraður í rauninni. Rétt fram hjá. Já, það hefði nú... Sjáum þetta aftur. Já, það eru sjónarhóttni hérna. Þetta er bara við stöngina. Hefði verið helviti. Það eru blóðugt rétt fyrir hálfleik, fyrir skagamenn. Akkurat, það er nú oft talað um að það sé ekki góðu tími til að fá á sig mark. Það hefur enginn samt hingað til bent mér á góðan tíma að fá á sig mark. Þannig séðan. En að fá svona rétt fyrir hálfleik, það er yfirleitt svona með því verra. Gísli lyftur þessu inn á teiginn, ná að hreinsa þetta frá og þar með er flautað af. Engin uppbót. Nei. 0-0 í frekar bragðdöfum leik. Björn, hvað þarf að gerast hérna til þess að við fáum eitthvað líf í þennan leik? Ég hef bara enga trú á öðru en það verði líf og fjör hérna út af þetta er bikarleikur, menn þurfa að vinna hann. Þannig að ég trúi bara ekki öðru en við fáum meira fjör í seinni hálfleik, menn aðeins búin að venjast grasinu og hérna ég býst við miklu fjöri í seinni hálfleik. Akkurat, og það virðist vera fjör í Keflavík. Víkingur Ólafsvík búin að jafna þar ef kort er liðið að leiknum. Vonum að við farum að fá mörk í þetta hjá okkur en við ætlum að taka okkur hlé líkt og aðrir hérna og komum aftur eftir cirka 15 mínútur með síðari hálfleikin, ekki fara langt.
Komið sælir áhorfendur, góðir aftur hér á Elkamöllin. Örn Arnarsson og Björn Þór Björnsson heils ykkur hér fyrir síðara hálfleikinn í leik IA og Aftureldingar í 16 liða úrslitum bikarkeppninnar, Mjólkurbikarsins. Við vorum að tala okkur vantar stuð, það stuð á hinum möllunum, KR 1, IBVF 1 og Keflavík 1, Víkingur Ólafsvík 2. Áverstuð í bikarnum. Og við erum að tala að því að við vorum að ræða þetta á þannig að Káramenn sem eru annar deildarlið, Víkingur Ólafsvík einnig í annarri deild, þannig að það eru þessi 2 annarri deildarlið og Ólsarar yfir gegn Keflavík, í Keflavík, það er alltaf magna. Segir. Já, algjörlega, og það eru Skagamenn sem að byrja síðar í hálfleikinn og það við rennum yfir hverjir eru innan vallar enga breytingar í hálfleik. Árni Marino í markinu í 3 manna afturstu hafsendarlínunni hjá Skaganum er Erik Sandberg, Baldvin Þór Bensen og Marko Vardic. En nú er það Aftureldingamenn sem sækja með vindin í bakið. Jón Gísli Eyland Gíslason og Gísli Laxdal í vangbakar á stöðunum. Aftastur á miðjunni Guðfinnur Þór og síðan þeir í og Rúnar Már og Haukur Andri og síðan í fremstu línunni eru Albert Hafsteinsson og Viktor Jónsson. Og inn á hjá Aftureldingu er Arnar Daði í markinu. Það eru leikmenn Gunnar Bergmann, Axel Óskar, Aron Eli í fyrirliði, Elmar Kári, Bjartur Bjarmi, Sævar Atli, Benjamin Stokke, Þórður Gunnar Hafþórsson og Georg Bjarnason, Hrannar Snær Magnússon. Ég heldur getum verið sammála það að ekki Benjamin Stokke hafi átt svona kannski besta færið í leiknum fyrir utan kannski. Jú, undir lok fyrir hálfleiks. Reyndar, má ekki gleyma skallanum hans Erik Sandberg sem var hreinsaður. Reyndar. Frá marklínunni þó að það hafi ekki verið á henni. En það segir ýmislegt að það eru hérna varnarjaxlarnir sem er að eiga bestu færin. Já, það segir ýmislegt það sem gekk á í fyrir hálfleik. Já, þetta en við hljótum að fá eitthvað fjör. Já. Það trúir ekki öðru með að við býtum og viðtali sem Jón Þór fór í eftir síðasta leik, hann var ekki hress þegar menn horfðu í spegil. Já. Aukaspyrna dæmd þarna á Elmar Kára. Það er fyrsta gula spjaldið. Já. Það held ég að sé alveg rétt. Held það sé rétt í beðum. Það er Baldvin Þór sem að liggur eftir. Já, þegar þú ferð svona niður þá býður að hættunni heim og Gunnar Óttur ekki yfir neinum afa. Við hefur haft ágætis tök á leiknum, enda ekki kannski mikið að vera. Það er ekkert út af hann að setja. Nei. Rúnar Már núna með þessa aukaspyrnu hérna. Þetta er náttúrulega allt önnur dýnamík að taka þessar aukaspyrnur upp á móti þessum vindi sem dýst inn að markinu. En Rúnar fær hann hérna aftur út til sín út á kant og vinnur innkast. Rúnar Már kominn að nálægt tegnum hérna. Viktor leggur hann tilbaka á Albert sem að reynir að setja hann í gegn fyrir Rúnar. Gestirinn á að koma þessu frá. Hrannar Snær hérna í baráttu við Jón Gísla og er Jón Gísli núna að fara í bókina? Já. Og þetta er bara hárrétt líka. Það mist hann bara. Já, þetta er svona frekar klaufalegt. Já, en bara vel gert hjá Hrannar að koma sér hérna framfyrir Jón Gísla. Ég held að það sé en klárt gult spjald. Já. Kemur sendingin fram á við, Baldvin gerir ágætlega
Myndur ekki segja það, Björn, að það er svona erfitt að meta kannski framistöðu eins og Baldvins sem að koma hérna inn í sinn fyrsta byrjunarliðsleik? Jú, Þú veist, það hefur ekki mikið í rauninni reynt á varnarlínuna þannig. Jón baka á Marko, sama með Marko í rauninni í þessari nýju stöðu. En Árni Marinó auðvitað, er hann ekki fyrir leikmaður Aftureldingar einnig? Eða sem sagt áður en hann kemur hingað, er hann ekki úr Mosfellsbæ? Eða sem sagt úr yngri flokkastarfi Aftureldingar? Hunnar innkast sem að gestirnir fá. Jón Þór hefði viljað fá aukaspyrnu hann, það fekk ekki. Hunnar gerir þetta vel. Takk á Jón. Jón með sendinguna inn á Haukur, nær hann að taka þetta með sér, já hann gerir það, leggur hann út á Gísla, Gísli nær að koma sig á skotfótinn en í varnarmann og aftur fyrir, ágætlega gert þarna. Sjáum þetta aftur hérna, það var ekki svo mikil samfæring í þessu skoti hjá Gísla. Mikill pakki þarna inn á markteignum og þetta er slegið frá. Guðfinnur þarna með, sýndist mér vera með hausinn í námunda við boltan þarna. Haukur aftur inn á teginn, aftur skallaðir frá og innkast. Haukur snöggur að taka þetta en Erik lyftir þessu í gegn. Albert með fínt hlaup þarna. Stokke kemur þessu frá. Þá er það Elmar. Sendingin í gegn. Já, Þórður. En Jón Gísli með fína vörn þarna. Gísli ekki ástæðar þetta. Og Gísli að koma sér hérna inn fyrir Gunnar. Það vildi Jón Þór fara á... Já, hann vildi meina að það hefði tókað í hann hana, en það er svona margir dómar hérna, svona litli dómar eða ekki dómar. Síðustu mínútur eða tvær sem að Jón Þór hefur verið að kvarta yfir í... Við virkum samtali við fjórðadómaran. Já, Arnar Þór. En það þýðir ekki að... Og Haukur Andri í skotið hér, en þægilegt fyrir Arnar það. Marko fellur við hérna. Ég er nú reyndar bara svolítið sammála Gunnari þarna. Mér fannst það einhvern veginn að Marko sem að Mér fannst Marko frekar sem togaði í. Ég held að hann var að leika sér eldinum þarna fannst mér. Já. Hér sjáum við Hrannar Snær heldur lærið á sér hérna. Sjáum þetta aftur hérna. Nú skemmtilegt sjónarhótt hérna. Sérðu, það er Marko sem að togar hann niður sko. Og eins og þetta er... Já, en algjör óþarf að vera kvart yfir þessu. Algjörlega, nema það bara Afturelding. Já, akkurat. Þetta gerist nú beint fyrir framann Magnús Má. En hún kvartaði ekki. Já, Stokke yfir á Gunnar og Georg. Fær hann aftur. Tilbaka á Arnar Daða, pressa núna hjá skaganum. Langur bolti vel gert hjá Arnari og Marko Vardic nær sér í gult spjald hér. Þetta er Marko bara algjörlega út á þekju sko. Þetta var rauninni vel gert. Var þetta ekki Hrannar sem hann var braut á þarna? Já, hann er búinn að fiska nú 2 gul spjöld hér á stuttum tíma. Já. En þetta var... Þetta er... Já. Þetta er bara algjörlega klárt. Frábær myndataka. Haukur.
tilbaka á Baldvin síðan með langan bolta. Þetta svona aðeins auðvöldar að reyna þetta akkurat gegn vindinum en enga síður. Það þarf að vera gæði í þessu sem að vantaði þarna boltinn út af staðan ennþá 1-1 á ekki á Káurvellinu. Nei, hann lítur ekki vel út þessa dagana. Nei, og staðan ennþá 1-2 í Keflavík. Víkingur Ólafsvík ennþá með forystunum þar. Það er nú saga til næsta bæjar ef að Víkingur Ólafsvík úr annar deild myndi komast í áttaleguslitt. Það er held ég bara mikið afrek í sögulegu samhengi. Þú kannski veist það betur en ég. Ég ætla að láta það vera að segja til það hvernig Víkingum hefur vegnað þegar þeir voru á sínum gullaldar árum hér fyrir áratug síðan eða svo. Já. En bikarkeppnin oft svona hefðartengt og lið sem hafa áður gengið vel. Já. Þeir eiga einhvern veginn oftar möguleika á að gera eitthvað í bikarkeppninni frekar heldur en liðin sem aldrei hafi komist yfir neinn hjall, sko. Þannig að og Víkingur undir Eyjúp, það var hansi öflugt lið. Algjörlega. Talandi það, Víkingur undir Eyjúp, var það ekki bara einhver 15 ára eitthvað? Mér fannst það eins og... Jú, það var eins og... Með hléum samt. Já, það var hansi langur tími. Það einhvern veginn kom alltaf aftur og gerði náttúrulega frábæri hluti almennt séð. Jón Gísli vinnur boltann, fær hann aftur frá Alberti. Jón leggur á stað, Sævar Atli á eftir. Haukur Andri með hlaupin og teginn og Gunnar skallar þetta í horn. Viktor var þarna klár fyrir aftan. Það var bara vel gert á Jóni. En þarna sjáum við samt auðvitað, hvað maður að segja, skalið þegar við erum að spila svona varnarsinnaðan bolta, þá þarna sáum við bara 2 treyjur á móti 4 eða 5, sko. Já, þetta er náttúrulega fórnarkostnaðurinn við að spila varfærdinslega. Já, og það eins gott að það virki, sko, það áhorfendur hafa rosalega takmarkaðan þolinmæði fyrir svona varnarsinnu liði sem ekki nær einhverjum árangri þá allavega. Akkurat. Þannig að þetta var hættulegt. Jón tilbaka á Árni finnur Jón Gísli aftur og Jón á Albert. Stokka í bakinn á honum. Finnur Sandberg sem að endar hjá Árna Marino aftur sem að kemur með hann þá langan fram yfir Viktor. Gísli ekki dæmt þarna en Marko sending frá honum eða hvað? Ég fór að skoða nýja aðstöðuna í hálfleik og þar á leiðinni býtur nú við. Hrannar var þarna klár í slaginn. Marko kemur svo frá, Jón Gísli slök sending frá honum, Elmar brotið á honum eða hvað? Nei, ekki dæmt. Nú það Magnús Már sem óánægður. Núna held ég að menn þurfum svona að huga að Marko hann búinn að vera ansi hreint tæpur hérna í seinni hálfleik. Það er spurning hvort að hann verði tekinn út á næstu 10 mínútum. Frábært hlaup hérna hjá Hauki Andra á sendingin nánast nær honum hérna, skipting hjá afturreldingu. Já, hér á leiðinni þá hitti ég tvö legend og ég brást algjörlega á hlutverkjuminu að spyrja ekki hvernig þeim leist á þetta varnarsinna. Það var gamli varnarjaxlinn Jón Gull og síðan Gunni Bakari og ég skil ekki núna að ég bara að hugsa af hverju spurði ég ekki hvernig þeim leist á þetta allt saman, sko. Þórður Gunnar Hafþórsson kemur af velli í staðinn fyrir Aron Jóhansson. Já, þetta er náttúrulega algjör dómgrinda brestur hjá þér, Jón Björn. Já, ég bara að hugsa það núna, þetta er fáránlegt. En sumir elska varnarleik. Það er ekki. Já, algjörlega. En það er innkast sem að Jón Gísli tekur hér og það er Baldvin sem er skotmarkið, hittir ekki á hann. Marko reynir að taka niður, ná að skalla þetta frá. Viktor var nú hann að munda sig hérna í bakfallspyrnuna og
Jón Gísli gerir þetta vel, tókað í hann þarna, sendingin inn á fjær og hrinding eða hvað, rangstaða á Viktor Jónsson. Já, spurning hvort það hefði ekki verið broti á Jóni Gísla. Það var ágætlega gert hjá Jóni. Já, sjáum þetta hér. Nei, Viktor er þarna öllítið fyrir innan. Arnar, langan bolta fram, hann miðar á Marko skallar þetta frá. En sjáum hérna, rauðutreyðunar eru margar hérna. Framan á vellinu, Hrannar með sendingunni á tegin og það er mark! Það er fyrsta markið og er það Aron, varamaðurinn, sem að skallar þennan í netið. Já, þetta fór Árni í eitthvað skóarhlaup og markið var autt. En sendingin frá Hrannari virkilega góð. Bauð nákvæmlega upp á þetta. Hrannar var mjög öflugur hérna seinna hálfleik. Já, sjáum þetta. Þetta var svona freistandi bolti fyrir Árna. Já. En nú þarf. Hann kallaði vandalega á hann og það hinir virðast ekkert. Baldvin hann fer ekkert upp í þetta hann að. En sjáum þetta einu sinni enn hérna og þetta er bara vel gert hjá gestunum. En núna þarf. En þetta er samt sem áður röng ákvörðun hjá honum Árna að fara í þetta út af því að. Klart mál. En ef einhver tíman töluðum og þyrfti svar frá Skagamönnum þá er það bara akkurat núna. Já. Þetta var, glæsilega gert hjá Aftureldingu en núna færist væntanlega meira líf í leikinn, ég trúi ekki öðru. Og það er spurning hvort að menn ætla að halda sig í 5 manna varnarlínu það sem eftir lifir leiks í leik sem snýst bara úrslitin núna. Það skiptir engum máli, þessi leikur tapist 14-0 sko. Það hefur engin áhrif á neitt. Það er ólíklegt, þú veist, ef við hugsum hvaða möguleika við höfum fram á við á bekknum, þá erum við með Gabriel Snæ sem er framherji, við erum með Ísak Mána sem er svona sóknarþengjandi miðjumaður. Við erum með Ómar Björn sem er sóknarmaður. Þetta eru kannski þeir 3 sem að maður hugsar nema að það sé Jóhannes Vall kæmi inn fyrir Gísli farið framar. Það er alls konar svona maður veltir fyrir sér hvaða möguleika menn er að skoða núna ef við þurfum að bæta í sóknarleikin. Við þurfum allan að fríska myndi ég halda sóknarleikin með það sem við höfum séð hingað til. Þá fyrir Gísli á stað. Þannig að komast fram hjá. Komast inn á völlin, gengur ekki, langur bolti fram og langur fyrir Aron og Árni Marino hirðir hann. Benjamin Stokke skráður hér með marki. Mér sýndist þetta að vera Aron Jóhannsson númer 7 sem skoraði markið en það kannski kemur í ljós. Benjamin Stokke samkvæmt fótbolti.net. Ég er ekki samfæri Keflvíkingar búin að jafna gegn Víking Ólafsvík á heimavelli rétt fyrir hálfleik 2-2. Kannski getur okkar maður í tækninni rýnt í markaskorunina hana. Ekki rosalega fær Hrannar mikið pláss hér á vængnum. Gleymið því ekki náttúrulega að Jón Gísli er mjög sókndjarfur og spilar framalega, þannig að það er og lið vita alveg af því að það er pláss þarna megin og svo erum við líka með Marko á guluspjaldi, þannig að þetta er ekki vitlaus pæling að fara þarna upp sko. Nei, það er ekki og Hrannar hefur verið bara fara hans illa með bæði Jón Gísla og Marko hér. Já, og hér kemur hann einmitt með innkast markinu. Erik Sandberg skallar frá og Albert framlengir. Boltinn inn að tegnum aftur og þarna fer ekkert dæmt. Er ekki Elmar full kannski auðvitað niður. Frábær barátta hérna og Hrannar enda með hann. Stokke kemur utan á hann. Hrannar. Nei, þetta er Aron Eli auðvitað.
Núna þarf Marko bara verulega Er að ekki fara að passa sig og hann þyrfti held ég að taka hann bara út af því þetta er held ég 4. broti hér hjá honum. Akkurat. Og hann er komin ansi nálægt línu. Aron Jóhannsson fór þetta staðfist hér. Hann er markaskorarinn nýkomininn sem varamaður. Hann hefur ekki verið búinn að vera lengi inn á Aron þegar hann skoraði þetta mark. Nei. Vel gert hjá Gísla Laxdal. Haukur Andri leggur á stað. Haukur og togaði niður og það lítur að vera guldspjald hér. Já. Ekki spurning. Þetta spjald á Bjarma Barkarsson. Rúnar ætla að taka þetta snöggt og gerir það. Marko á Jón Gísla. Jón síðan skiptir yfir á Gísla Laxdal. Hann tilbaka á Rúnar. Rúnar undir pressu, setur þetta inn á teiginn, skalla frá, beint á Guðfinn sem að fer beint í skotið. Ágætis hugmynd hjá honum en hann hitti boltan illa. Guðfinnur Þór. En Aron Jóhannsson við sjáum þetta hér aftur. Aron Jóhannsson er einn af þessum leikmönnum, þetta er svona, eins og við vorum að tala um í byrjun, að þetta er náttúrulega mikið heimamenn og svona menn sem hafa verið að gera gott svona í eins og Lengjutdeildinni og ég man bara eftir honum úr Haukum þegar Skaginn var hérna í brasi hérna fyrir áratug síðan í Lengjutdeildinni. Já, Guðfinnur með góða sendingu á Jón Gísla. Jón Gísli með boltan fyrir markið og geggjuð vörn hjá Gunnari Bergmann sýndist mér. Það er enn einn hótspinnan, þannig að það þurfa Skagamenn að fara að nýta sér. Já, fyrirgeðu, ég greip frammi fyrir þér hérna. Nei, ég var bara að segja að það var svona einn af þessum leikmönnum, öflugum leikmönnum sem hafa verið lengi í Lengjutdeildinni og eru í þessu liði Aftureldingar. Sem að man eftir bara fyrir áratug síðan eða svo. Já, kemur Rúnar með hótspinnuna. Lár eftir á fyrsta varnarmanni. Hreinsa frá Jón Gísli. Jón með sendinguna inn að markinu. Þetta er óveinalega. Ég veit ekki hvort hann var að miða hreinlega á Marko Vardits þarna sem að var eina gula treyjan þarna í sjónlínunni fyrir hann. Við hljótum að fara að fá einhverjar. Við sjáum að það er 3 varamenn að koma hérna á varamannabekkin. Ég sá hérna Hlyn Sævar, Oliver Stefáns og Ómar. Já, það eru þá 2 varnarmenn. Ómar Björn, já. En já, aftur. Það lítur hann kannski að vera að fara í einhverja aðra. Þetta er þessi Maguire áhrif. Já. Já, það er rétt. Sendingin hérna inn að teiknum. Haukur óheppinn í rauninni þarna. Já. Á sama skapi Gunnar Bergmann stálheppinn. Því að Haukur náttúrulega gerði ráð fyrir því að Gunnar tæki hérna bolta. En já. Ég er alltaf með svona Garðars Bergmanns svona komment þegar svona gerist sko. Já. Hann bjóst alltaf við því að varnarmaður myndi klúðra hlutunum. Já. Og hirta hann alltaf. Akkurat. Það var alltaf bara, hann virtist alltaf gera ráð fyrir því. Já. Það er eitthvað, það er ekki samkvæmt fræðunum bara. En ég veldi því að finna það mjög líklegt að Marko Vardits sé að fara af velli. Á gulu spjaldi eins og verið í töluverðum vandræðum, þannig að mér finnst líklegt að Hlynur hafa komið í hans stað og mögulegt bara að Baldvin komi inn fyrir að Baldvin fara út af fyrir Oliver. Ómar síðan, veit ekki, mögulega fyrir Albert. Albert hefur ekki verið að spila mikið 90 mínútur. Nei. Haukur að sleppa í gegn, nei, nærði ekki. Ósáttur með sig hana. Já, það er hálfleikur í báðum hinum leikjunum sem eru í gangi. Og það er staðan 1-1 og 2-2, það stefnir í bara fullt af vító. Já. Ekki hér eins og er. Nei. Ég ætla að leyfa mér að vekja athygli á því núna þegar það er 20 mínútur eftir þessum leik að
leikur kvöldsins, Kári Stjarnan, verður í beinni hjá okkur á ITV strax að leik þessum leik loknum. Hvort sem að það verður eftir framlengingu og vító eða bara eftir 90 mínúturnar. Hér sjáum við varamenn gera sig klára og það er okkur sönn ánægja að fá þessi tækifæri en Kári í bikarleik, þetta er bara ávísun og skemmtun. Já, Auðun Ingi Rolfsson og Hilmar Halldórsson munu lýsa þeim leik og það er ekki hrættu þar. Nei, það verður farið á fullt. Já. Og vonandi bara næst góð stemming í höllina. Það er ábyggilega ekkert spennandi að koma sem aðkomulið í En við getum fólk að fara á völlinn. Ekki spurning, það er þetta að horfa á útsendinguna eftir á sko. Hérna eru Marko Vartits Feravelli fyrir Oliver og Viktor Jónsson. Baldvin Þór. Nei, hann er bara að tala við, afsakið. Þetta er eins og við byggust við, Marko og Baldvin og Rúna Már kemur að velli fyrir Ómar. Já. Og Viktor Jónsson fær þá fyrirliða bandið. Rúna Már auðvitað koma tilbaka eftir að hafa verið í toppstandi hérna í vorleikjónum og datt síðan út vegna eitthvað meðsla þannig að það er ekkert verið að taka hann á eftir hérna. Hérna er verið að ringla eitthvað í kerfinu sem Já. En við sjáum eða hvað? Nei, er þetta ekki bara akkurat eins og þegar þeir spila út að þá fer Erik hérna? Já, mér fannst bara eins og menn var að tala óvinum mikið saman hann og Já. Ég held að það var eitthvað Hárbolti út á kant á Viktor sem að vinna skallaboltan sem að gerist nú ansi oft. Oliver skallar þetta fram á við, Oliver aftur eða hvað? Nei. Marko, er hann eitthvað smá? Aron reynir skotið! Er þetta? Nei, þetta er ekki Aron, þetta er Stokke að þessum sinni. Haukur með tæpa sendingu þarna á Hlyn sem að síðan gefur boltan frá sér. Hann er að hranna, nú fær hann Hlyn Sævar til að kljást við. Boltinn inn á teginn, Haukur skalla frá og Jón Gísli síðan og sparkar í Gunnar dómara. Og hann fær skaliði boltan aftur, við sjáum þetta aftur hérna. Ágætis hugmynd þarna, veit að Árni Marino er framalega. Svolítið framalega þarna og þetta var ágætis til við. Jón með sendingu upp í hornið, Ómar nær þessum. Setur hann fyrir í fyrsta Albert Hafsteinsson með skalla beint á Arna Daða. En ágætis upphlaup þarna. Ekki dæmt hér, bara hagnaður samkvæmt Gunnari. Aron. Frábærlega gert hjá Hrannari hérna, komin inn fyrir Hlyn. Erik hjálpa til og hreinsar þetta út af. Þeir eru bara í bölvuðum vandræðum með Hrannar. Já, hann er bara að gera mjög gott mót hérna. Hann tekur þetta engast. Og Erik Sandberg skallar hann aftur fyrir og það er hotspinna. Nú var kannski einmitt hotspinnar að halda með einn sem að menn sköpuðu sér hvað mesta hættu inn í fyrri hálfleiknum. Spurning hvað gestirnir gera hérna. Það er Aron sýnist mér sem að tekur spinnuna. Hárbolti yfir á fjársvæðið, skallað aftur fyrir markið, boltinn dettur í teignum og endar með því að Árni Marino þarf að kasta sér á hann, þetta var nú laust skot.
Árni, lögur að setja þetta út á Jón Gísla. Jón Gísli síðan með háan og langan fyrir Ómar að elta. Ómar setur pressu á Aron, boltinn tilbaka á Arnar sem að setur hann langan fram. Alltaf komaði að þetta eru allt svona frekar nýjum menn að Ómar Björn kom fyrir tímabilið frá Fylki, akkurat. Fylkismaður. Gert hjá Aroni. Aron út á Sævar sem fer í skotið og Árni Marino í smá vandræðum. Já, það er korter eftir. Já, það er ekki langur tími. Nei, akkurat, þegar þú ert að elta þá er korter stuttutími nefnilega. Það er, og er svolítið fljótt að líða, sko. Merkilegt. Einstein var alveg með þetta, sko. Já, þetta er. Jón á Viktor í vandræðum, ekkert brot þarna. Hrannar tilbaka á Aron, en afturhendingarliðið bara með fína stjórn á þessu. Já, það verður bara að segjast eins og er. Gunnar út til hægri og Elmar og hann vinnur innkast. Annar fær hann hérna, leggur hann tilbaka á Aron. Fullt af rauðum treyjum í kringum teginn. Elmar fer í skotið og þessi hliðanettið. Sérðu munin á þegar afturhendingar að sækja núna. Við vorum að ræða þetta áðan þegar Skagalið var að sækja. Það voru 3 á sóknarhelmingi. Þarna sjáum við einhverja 6 rauða treyjur. Þeir eru samt yfir, sko. Já. Þannig að þetta er svona grundvalla munur. Ég meina, já. Og tvöföld skipting núna aftur hér hjá Skagamönnum. Ísak Máni kemur inn á fyrir Viktor Jóns. Og Gabriel Snær kemur inn á fyrir Guðfinn Þór og ungir sprækir strákar nú bara fyrir þá að nýta Gabriel, þetta tækifæri með fótboltaginn í sér algjörlega og við Gunnar Heiðar akkurat við náttúrulega vorum ekki að sína mikið að leikjum með þeim í vetur en í einum af þeim leikjum sem við fengum að sína og skoraði hann mjög gott mark. Svona markaskorara mark, hann er alveg með staðsetningarnar og í blóðinu. Ja, í blóðinu, þetta er bara eins og Garðar og Hektor Bergmann, sko. Þetta er svona svipað, svona alls konar hlutir sem maður ekki kendir svo glatt, sko. Erik brotlegur, réttilega dæmt hann að held ég. Hannar liggur eftir hérna. Verður stíð á hann, sýnist mér. Héldum ristin á sig hérna. Maður vill fá orku með þessum skiptingum. Já, það hefur ekki, það var svolítið vantað upp á svolítið svona ákveð í liðinu. Algjörlega. Það er svona ákveðin deyfð. Það er það, sko. Gísli Laxdal setur þennan út af og en boltinn er á teginn. Sævar með hann hérna úti við hotfána, kemur með hann fyrir markið og í fangið á Árna Marino. Langar að vera snöggur að koma þessu fram, gengur ekki. Hlynur, Ísak, Jón Gísli. Þetta er þægilegt fyrir Axel.
og Albert Hafsteinsson dæmdur brotlegur síðan. Það má mikið breytast til þess að Skaginn komi sér eftir inn í einn leik. Já, þó að sé bara muni bara einu marki að þá einhvern veginn trúin á það ekki mikið með að við hvernig spilamennskan þessa stundina. Nei, Ísak gerir þetta vel, finnur Ómar, Jón Gísli með honum hægra megin og þetta var skorðið tækling en boltinn inn á markinu og Gabriel Snær nær ekki að snúa og Jón Gísli gerir vel, kemur honum aftur fyrir markið beint í fangið á Arnari Daða. Nú hvort að fólk tók eftir þessu, það er nýjungu auðvitað í knattspyrnu sumarið 2025 að þessi nýja markvarðarregla að markvörður hefur bara 8 sekúndur til að losa sig við boltan úr höndunum og það lýsir sér meðal annars í því að dómarinn réttur upp hendi og telur á fingurum sér svona fyrir áhorfendur sem að og hér sjáum við aftur hérna þetta upplaup og Jón Gísli með boltan hérna fyrir sem að Gabriel hérna ekki vantar mikið upp á að koma sér hérna í sjáum að Sævar Atli liggur og Jón vill fá sína hægri vænginn hérna til sín. Já. Sjáum aftur markið hérna. Hrannar með góða sendingu en Árni Marino verður að í rauninni þarna er bara einmitt hefði hann að vera bara fram á línni en þú veist þetta síðan er þetta með markmanninn þegar hann tekur ákvörðun að fara á stað þá getur hann ekki hætt við það sko. Þetta er svona nei en þetta er náttúrulega eins og sé hann catch 22 kalla þarna á þannig bolta og Baldvin hættir allavega gerir ráð fyrir að Árni sig með hann akkurat þannig að þetta er svona en þá kemur skipting að Sævar alltaf er bara skipt af velli og í hans stað kemur leikmaður númer 4 Bjarni Páll Linnet Runolfsson ekki Bjarni Birgisson eins og stendur á treyjunni það er nú einhver auglýsing hérna Bjarni heitir hann enga síður og hvað er að vera hér? Það er einhver skollið saman hérna allavega einhver svona höfuhögg sem að Stokka líklega sem að hefur Hlynur Dójón Gísli tilbaka, þetta er tæft sko Árni Marino aftur á Jón með sendinguna beint fram Axel skallar þetta frá Skaginn vinnur boltan aftur Albert út á Gísla aðeins fleiri guli núna Gísli síðan í skot þetta var alveg óbúslega lélegt skot himinn hátt yfir markið já ekki góð ákvörðun held ég þarna sáum við loksins sjáum konar 3 treyjur inn í teginn eða nálgast vítateginn Albert með gott hlaup þarna inn fyrir Albert ekki sáttur líka við félaga sinn hana sýndist mér Arnar Daði út á Hrannar hann er að taka niður Hlynur Sævar gerir vel Jón Gísli gerir það líka það er ekki aukaspyrnu Ísak Máni með góða aukaspyrnu dæmt á Ísak fyrir brot á Bjarna þá er það 6 mínútur eftir Gestirnir að leika sér aðeins hérna kemur langur bolti fram Hlynur skallar hann út til hægri á Jón Gísla og þetta er náttúrulega innkast sem að afturlending á alveg klálega
hörku stemming í Keflavík. Keflvíkingar komnir núna 4-2 yfir gegn Víking Ólafsvík þegar að 12 mínútur eru liðnar af síðari hálfleik. Þeir hafa greinilega fengið einhverja hárþurrkun á sig í hálfleiknum. Jón Þór búinn að öskra hérna Gísla, hann vil bara hafa hann frammi. Það greinilega það búið að vera svolítið að eiga treysta þá að lúðra boltanum fram og vona það besta sko. Sem hefur ekki litlu skilað. Afturheldingu átt auðvelt með að verjast því. Þrista Jóni Gísla líka ofar, heyrðist mér, það sýndi mér. Það er náttúrulega verður að taka einhver áhættur. Albert veit af Gísla þarna, Gísli nær ekki til boltans en ef við unnum sig, herra völlinn. Hljótur að taka þetta og missa hann. Þetta var ekki gott. Jón Þór tekur bara höfuð á sér hérna niður á hliðarlínunni. Þetta er höfuðverkur. Hvernig leysum við úr þessari stöðu sem að virðist vera að koma upp hérna hjá Skagaliðinu. Jón með slaka sendingu inn á miðsvæði, þar er engin. Ísak gerir vel, Skaginn hlýtur að eiga þetta innkast. Nei. Ísak með kynnu orku. Það er nú það sem að menn vilja sjá þegar svona ungir menn koma inn á í svona leika. Þú fáir ekkert annað en orkuna frá þeim, þá er það bara vel þegið. Hendi á Erik og þarna, ég veit ekki hvort þú sást það, Hrannar með mjög svona líflegu handapati gerði svona spjaldamerkið sem á að vera gult spjald. Já, hann kannski kallaði ekki túlkunaratriði. Já, hann hafði verið svolítið hérna svona meira svona í ítalska gírnum hérna. Ok, hvað er að gera? Hann kann að dansa gráasæðið. Já, Aron með sendingunni inn á fjær og inn á skallanum en Árni langar að setja þetta fram á við. Oliver kominn á flegiferðina. Oliver sé með sendinguna í gegn. Ómar tekið niður. Hann hlýtur að vera, já, hann fer í Rasmussen og það er Axel með rautt spjald. Þetta var alveg eins og augljóst og gerist. En sérðu hvað upp úr þurru Oliver Stefánsson með góðan sprett og geggjaða sendingu. Ómar með flott hlaup og þetta gjörbreytir leiknum. Já. Axel Andrésson, rautt spjald. Já, þetta, við höfum verið að tala svolítið um leikinn 2023. Þar í stöðunni 1-0. Kom rautt spjald á afturheldingu. Leiknum lauk 1-1. Já, núna þetta lítur að leipa einhverju lífi í Skagamenn. Það getur ekki annað verið. Sáru hvað gerðist hjá Káramönnum hérna í síðustu umferð þar sem að fylgismenn fengu 3. Það hafði nú, ég vissum að það eitt og sér hafði nú alveg töluverð áhrif á úrslit leiksins. Ég ætla nú að gefa með það. En Jón Gísli væntanlega að fara að taka þessa spyrnu núna sem að Rúnar Már er kominn af velli. Afturhelding að gera sig klára fyrir skiptingu. Hérna Sigur Páll Melberg Pálsson að gera sig tilbúinn að koma inn á. Jón Gísli, hvað gerir Jón Gísli úr þessari spyrnu hérna? Sólinn kominn svolítið lágt á loft hér. Boltinn hátt yfir markið. Jón Gísli. Já, þetta var ekki góð aukaspyrna. Og það er Hrannar sem að kemur af velli. Já. Skagavörnin fagnar því örugglega. Já, eflaust. Sigur Páll kemur inn á fyrir Hrannar sem að kannski á öðrum ólöstum myndi ég segja að væri kannski maður leiksins úr rauðum Afturheldingar. Sammála því. Já, ég hugsa það. Mjög flottan leik. Það er bara að vera að bregðast við rauða spjaldinu náttúrulega. Já, klálega. Og hérna Sigur Páll verið verðina. Arnar Daði spillir frá. Það er alltaf að fórna einu sóknarmanni þegar svona gerist. Akkurat. En Arnar spillir á markinu. Boltinn fær að skoppa hérna tvísvar áður en að Jón Gísli setur hann inn á miðsvæðið. Heppinn hérna að þessi sending var ekki betri. Oliver út á Gísla. Haukur. Þarna vill Jón Gísli fá boltan á kanti. Já, Jón Gísli hann á alveg með Klás hérna, Albert. Nú verða menn að spila
hratt, þetta tíminn fljótur að fara sko. Ansi hreint fljótur að fara, það eru, hvað ég gera ráð fyrir 4 mínútum í uppbót kannski. Reynir sendingunni gegn, gengur ekki, boltinn berst tilbaka á Oliver Stefánsson sem að tekur innkast. Nú verða menn að fara. Spurning hverju verið miklu sem miklu verið bætt við, ég giska á svona 4, það hefur verið. Já, ég hugsa það, 4. Ekki verið mikið tafir. Það er svolítið mikið skiptingar eða ekki, nei kannski eru minna bara, jafnvel. 3 mínútur kannski. Já, þetta hefur verið skagaliðið bara með 2 stopp í skiptingar, í rauninni 3 þreföld og 2-föld og 4 mínútur. Já, ok, við vorum nú, það var að fyrsta sem sagðum. Haukur Andri, Albert með hlaup inn á teginn. Haukur snýr, Erik kemur í stuðninginn. Erik lyftir þessu inn á teginn og Ómar hérna í pressunni. Og það er Sigurpáll sem að hreinsar þetta frá og fór hann í horni, að var þetta innkast. Þetta er horn eða ekki? Jú. Jón Gísli tekur það. Já. Árni Marinó býður rólegur. Boltinn inn á fjær. Við ná að skalla þetta frá. Erik Sandberg. Færið ekkert á þetta. Nei. Elmar. Frábælega gert hjá Ísak Mána sem eftir hann uppi þarna. Það er búið að koma svolítið kraftur með honum. Klárlega. Hann er búin að vera svona. Hann vill greinilega sýna hvers hann er megnuður hérna. Boltinn út á Jón Gísla. Lyftur þessu inn á teginn. Skallar frá. Albert fellur við, ekki dæmt. Ísak út til vinstri, Oliver. Gísli Laxdal. Gísli með boltan inn á teginn og Hlynur Sævar Jónsson með skall í stöng og þeir ná að koma þessu einhvern veginn frá. Gabriel út á Jón Gísla. Gabriel síðan með boltan inn á fjær. Þar er Erik Sandberg, klifrar hátt og klifrar yfir og hann er ekki sáttur og fær gult spjald. Þetta var rosalegt. Hlynur var einmitt svona sem jafnaði í þessum leiksöfum og nefnt. Þetta er geggjaður skalli. Ótrúlegt að þetta hafi ekki farið inn. Já, en frábælega gert þarna á vörninni. Hlynur Sævar var að munda sig að skjóta þarna á frákastinu. Þetta hefði verið eitthvað uss. Kemur langur bolti fram beint á Árna Marinó, 2 mínútur eftir af uppgefnum uppbótartíma. Oliver. Sendingin hann frá honum slög beint á Aron og gestirnir gefa hann bara frá sér. Þetta er dýrkeypt af þessum dýrmóti sekundu sem eftir eru. Ísak Máni kemur upp með boltan. Albert sækir hann hér aftur á Ísak. Ísak fer á stað. Ísak búinn að koma mjög vel inn í þennan leik hérna. Reynir sendingun út á Jón, gengur ekki. Hljótum að fá langt innkast. Nei, við gerum það ekki. Albert. Hlynur Sævar er bara frammi. Ísak með sendinguna inn fyrir Albert. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Já. Á hættulegum stað. Nú vil ég sjá Árna Marinó koma inn á teginn. Já. Hann er komin í miðjurhringinn, býður eftir hann fær merki frá Jóni. Þá erum við mínútu eftir af uppbótartímanum. Jón Gísli. Það er svona aðeins að missa málið akkurat í augnablikinu. Stúkan stendur upp hérna Skagamenn. Jón með boltan inn og teginn, hann siglir ekki á boltinn við það að fara í markið. Arnar Daði ætlar hann að leika sér að eldinu hérna og fá á sig hotspinnu eða hvað? Nei, það gerir hann ekki. Langur bolti fram. Þetta er nú sennilega bara marktilraun. Árni Marinó auðvitað víðsfjarri. Sjáum þetta aftur hérna. Hver á þessa snertingu í áttina markinu. Í rauninni gat verið hver sem var. Er þetta Árni Marinó sem að fara hann í sig þarna? Haukur Andri, við þurfum að fá, nú er það bara leið 1 sem að virkar. Gabriel tilbaka á Oliver nær þessum bolta og það er flautað af. Það var ekki gott. Og það er afturölding. Sorglegt, afturölding áfram í áttalega úrslitin. Skagaliðið situr eftir og við getum svo sem gætum eitt fullt af orðum í
í þetta og áhyggjur okkar kannski að þessu sumri. En við höfum eiginlega ekki mikið tíma. Nei, bikaræfintýrið er bara úti og... Já, en ekki á Skaganum. Því að hér eftir augnablik, klukkan 8 er leikur Kára og Stjörnunnar og við verðum með hann í beinni hérna á YouTube-brásinu okkar ekki. Þannig að það er bara rétt að fá sér smá að borða og setjast aftur og horfa. Björn Þór, kærar þakkir fyrir samveruna. Snorri Kristleifsson og Heiðar Mar Björnsson sem stjórnuðu útsendingunni, þakka þeim kærlega fyrir þeirra störf. Kristín Gauti sem var hérna fyrir Hönd og Rúf, þakka honum fyrir samstarfið. Guðmundur Kort Einarsson og Arnar Óðinn Arnórsson á hinum tveim myndavélunum, kærar þakkir. Við ætlum að reyna að vera snöggir að rúta dótin okkar út í höll þar sem að Kári tekur á móti Stjörnunni klukkan 8. Sjáumst vonandi þá sem flest. Takk.